Guðrún Ágústa heiti ég á skrifstofu ASÍ og mér hlotnast sá heiður að fá að segja ykkur frá 14. þingi Evrópusambands-verkalýðsfélaga sem að við skammstöfum ETUC eða kallað ETUC sem að framfór í síðustu viku, stóð í 4 daga frá þriðjudeginum 21. maí og fram á hádegi á föstudegi 24. Yfirskrift þingsins eins og hér segir réttlátari Evrópa fyrir launafólk og það skemmst frá því að segja að á þessu þingi, sjáið þið hér hluta af þingfulltrúunum en það eru sem sé rúmlega 600 fulltrúar verkalýðsfélaga frá 38 Evrópulöndum sem að sátu þingið. Og við vorum 4 sem sátum þingið fyrir hönd Alþýðusambandsins. Það er í fyrsta lagi Drífa Snædal, forsetinn okkar, síðan Berglind Hafsteinsdóttir sem er formaður Alþýðanefndar auk þess að vera formaður Flugfreyjufélagsins og svo Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ. ETUC-þingið var haldið á sama tíma eða í undanfara á kosningum til Evrópusambandsþingsins og setti þó nokkur, það hafði þó nokkuð að segja inn á þingið eins og þið sjáu að þessari mynd, þar sem er verið að hvetja fólk til þess að fara að kjósa. Og þar að auki að þá var þetta þing haldið í skugga vaxandi þjóðernispopulisma og stuðningsið hægri öfgaflokka í Evrópu og það er eitthvað sem hefur verið mikið í umræðunni í evrópsku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingunni ásamt þeirri norrænu á síðustu árum. Á sama tíma er verið að vega réttindum og kjörum launafólks víða í álfunni og lýðræðið á undir högg að sækja. Og þetta á ekki síst við í Austurríki þar sem að þingið var haldið, þar sem að uppkomst mikill skandall fyrir síðustu helgi, helgina fyrir þingið, þar sem að lekið var upptökum af varakanslara Austurríkis, þar sem hann sást vera að reyna, eða vera að semja, ekki reyna heldur, að vera að semja við rússneska fjárfesta að leggja fé í fjölmiðla landsins sem liði að taka yfir fjölmiðlun og fyrir þennan greiða þá áttu Rússarnir að fá aðgengi að vatnsauðlindum Austurríkis. Þannig að þetta litaði að sjálfsögðu líka þó nokkuð þingið og það var talið af þeim sem komið þarna bæði frá Vínarborg og forseta Austurríkis sem kom ávarpaði þingið, þeim þótti styrkur af því að ETUC væri með þing á þessum sama tíma þar sem var verið að ræða mikilvægi þess að breyta eða fara af þessari braut sem að ríkjandi hefur verið í Evrópu og víðar í heiminum. Nú í upphafserindi Luca Vicentini, framkvæmdastjóra ETUC, þá gerði hann vaxandi þjóðernishyggju og stuðning við hægri öfgaflokka að umtalsefni og líka hversu mikilvægt það væri fyrir okkur að skilja ástæðunar að baki uppgangi þessara afla því að það var einungis þannig sem við gætum brugðist við þessari hættulegu þróun sem ógnar bæði friði, lýðræði og ógnar hag launafólks í Evrópu og heim allan reyndar. Orsakana sé að leita í atvinnuleysi, í vaxandi ójöfnuði og misskiptingu í Evrópu og annars staðar í heiminum og sífellt fleira launafólk búi við minnkandi starfsöryggi og versnandi afkomu leið og þeir ríku verða ríkari og alþjóðleg stórfyrirtæki vaða uppi og komast undan því að greiða skatta til samneyslunar. Þannig að launafólk í Evrópu býr við minna öryggi, upplifir vaxandi óréttlæti og misskiptingu sem leitt hefur til vonleysis og vantrúar á þá stjórnmálaflokka sem hafa verið við völd og sem að leiðir til þess að uppgangur þjóðernispopulisma og öfgaflokka eigi greiðari aðgang að fólki í álfunni. Þannig að skilaboð þingsins, ETUC-þingsins, eru þau að þróunin verði að snúa við og þróuninni verði eingöngu snúið við með því að styrkja verkalýðshreyfinguna og skapa þannig réttláta og félagslega Evrópu. Og það er ágætt að hafa það í huga að við erum á Íslandi með algjörlega sérstöðu hvað varðar
fjölda þeirra sem eru í verkalýðsfélögum. Því að á meðan að við erum með aðild sem að nær jafnvel allt upp í 90% af vinnumarkaðnum, að þá það ekki svo nánast neins staðar annars staðar í heiminum. Nú áður en að ég fer yfir stefnuskjal þingsins, að þá kannski rétt að nefna það að á svona þing að þá koma mjög margir gestir og það alltaf gaman að fara á þing erlendis til þess að bera saman hvernig við gerum hlutina og taka með okkur það sem við getum lært og gert betur og læra líka af því hvað við viljum forðast. En meðal þeirra sem að komu til dæmis og ávörpuðu þingið var forseti Evrópusambandsins, Jean-Claude Juncker, nú Guy Ryder, framkvæmdastjóri Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, ILO, hann kom líka og ávarpaði þingið, Sharon Burrow, framkvæmdastjóri Alþjóðaverkalýðshreyfingarinnar, ETUC, og svo mætti lengi telja og það alltaf, það óskaplega gaman að hlusta á eins og Guy Ryder og Burrow og forseti Austurríkis sem kom þarna ávarpaði þingið var líka mjög inspirerandi á vondri íslensku. Nú, það voru líka tveir aðrir sem að ég vil nefna sem að geta skipt máli eins og fyrir okkur í tengslu við umræðuna samfélagssáttmálan, sem sé social pillar og framtíð vinnunnar sem að við erum mjög mikið búin að vera að velta fyrir okkur hér, fjórðu iðnbyltingun og framtíð vinnunnar, að þá var meðal annars að rætt við þennan mann hér sem að þið sjáu hér í mynd, Semi Ilsin, sem að sendill, hjólasendill, matarhjólasendill í Köln og hans baráttu, hann sem sé orðinn frægur fyrir sína verkalýðsbaráttu, þar sem hann að berjast fyrir auknum réttindi starfsfólks sem vinnur í sambærilegum störfum og hann og reyndar líka bara beint innan hans eigin fyrirtæki sem þetta Foodora og eitt af því sem að hann hefur meðal annars náð í gegn í tengslum við fyrirtæki sem hann vinnur hjá að auka aðkomu starfsfólks að stjórnun fyrirtækisins, sem sé starfsmannalýðræði og það ekki bara einn starfsmaður í stjórn fyrirtækisins, heldur eru 4 starfsmenn í stjórn þess fyrirtæki sem hann vinnur fyrir og það vegna hans baráttu og þeirra sem hann hefur fengið til þess að berjast með sér. Hann var sem sé í panel þar sem var rætt við hann og hann beðið að segja frá hvað hann teldi að væri mikilvægast fyrir starfsfólk að fá breytingar á og þá sagði hann það að það sem skipti mestu máli væri að tryggja frelsi frá því að vera stöðugt undir eftirliti, eins og í vinnunni hans. Hann fær sent í gegnum símann, allar upplýsingarnar það hvert hann á að fara með matinn og allt það og hann undir stöðugu eftirliti sinna eiganda, þessum sé fyrirtækisins, þannig að það alltaf hægt að sjá hvað hann að gera og hvað hann Og hann lagði líka mjög ríka áherslu á þessa vörn gegn því að vörn á upplýsingum, sem sé data protection. Þannig að ef að þið hafið áhuga að kynna ykkur frekar þennan mann, þá endilega googlið hann og þá sjáu þið að það þó nokkuð til hann á netinu. Nú, Drífa skrifaði Joseph Stiglitz sem kom líka og ávarpaði þingið og var í panel og tók við fyrirspurnum úr sal, en hann sem sé Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði og var gestur þingsins og hann var með alveg skýr skilaboð og það sem hann sagði talaði mjög vel inn í stefnuskjal þingsins sem ég mun svo fara inn í. En hans skilaboð voru alveg skýr, ný frjálshyggjan og þó svo tilraun síðustu 40 ár sem að ný frjálshyggjan hefur verið, hún hefur bara beðið skipbrot og gjaldþrota og það komið tími til að við breytum efnahagskerfin okkar og hagstjórn til að tryggja velferð allra og takast á við umhverfisógnina sem við stöndum frammi fyrir. Og þetta var alveg leiðarstef í gegnum allt þingið. Það þessi
að við verðum að breyta efnahagskerfinu okkar á hagstjórninni eins og við höfum verið að gera þetta og við verðum að takast á við umhverfisógnina og við verðum að tryggja réttláta skiptingu kökunnar. Hann talar líka það að það sé ekki, það gefi ekki góða mynd af árangri þjóða að einblína á hagvöxt. Ójöfnuður í heiminum hafi vaxið hratt og stærstur hluti af hagnaðinum og framleiðsluaukningunni síðustu áratugi hafi farið til þeirra sem eru ríkastir á meðan að almenningur hefur jafnvel tekið á sig kjaraskerðingar í sumum löndum Evrópu og í Bandaríkjunum og víðar í heiminum. Og þá fjallaði hann sérstaklega hnignun Bandaríkjanna þar sem að velferðarkerfið hefur verið holað að innan og verkalýðshreyfingin hefur verið veikt þar og kjör og réttindi launafólks hefur verið skert og nefndi bara síðast dæmi mikla skattalækkanir til stórfyrirtækja og auðmenna sem að Trump-stjórnin hefur staðið fyrir. Og þetta gefi kannski aukinn hagvöxt til skamstíma en til framtíðar að það veiki þetta efnahagskerfið og dragi úr möguleikum Bandaríkjanna til sjálfbærs efnahagskerfis og samfélags. Hann tók þetta sem svona víti til að varast fyrir önnur lönd. Stiglitz tekur hins vegar Norðurlöndin sem dæmi samfélag þar sem að best hefur tekist að takast á við efnahagskreppuna á síðasta áratug og að þar séu mestir möguleika til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Og það sé að finna í grunn samfélagsgerðinni sem þar með áherslu á jafnrétti og möguleika allra til að vera virkir þáttakendur í samfélaginu, öflugu velferðarkerfi, virkum vinnumarkaðsaðgerðum og baráttunni gegn atvinnuleysi. Og þar sé líka áherslan lögð á möguleika til menntunar og fjárfestingu í rannsóknum og þróun. Við sem að hins vegar búum á þessum Norðurlöndum sem að hann sér í þessum hyllingum vitum að þetta ekki eitthvað sem bara gefið, heldur eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir og á hverjum degi að viðhalda og passa upp á að sé ekki molaða innan eins og gert hefur verið í Ameríku. Hann talaði líka skemmtaverk Evrópusambandsins gagnvart aðildarríkjunum sem eruðu hart út í efnahagskreppunni og áherslu á niðurskurð á opinber útgjöld, veikingu á velferðarkerfinu og launalækkanir og þetta séu víti til að varast líka. Hann talaði ábyrgð fjármálakerfisins á efnahagskreppunni, þannig og að lokum að þá benti hann á að einstaklingar geta orðið ríkir á því að misnota fjármálamarkaðinn og vinnandi fólk og misnota velferðarkerfið og að samfélag verði hins vegar auðug á því að efla menntun og nýsköpun og tryggja velferð og jöfnuð. Og þetta náttúrulega eins og hunangi í okkar eyru og ekkert ríki hefur farið í kreppu vegna sterks velferðarkerfis eða hárra launa. Lykillinn að jöfnuð sterk verkalýðshreyfing og samtakamáttur vinnandi fólks sem krefst góðra starfa, sanngjarnra launa og sterkrar velferðar sé lykillinn að góðu samfélagi. Og skipulögð veiking stéttarfélaga ein af orsökum aukinnar misskiptingar á Vesturlöndum og gegn því verði að bregðast með öllum tiltækum ráðum. Þannig að hann talaði nú bara eins og við vildum gjarnan heyra, Joseph Stiglitz. Hann áritaði nýja bók sína sem nýtt útkomin sem heitir People, Power and Profits og mjög áhugaverð bók líka að lesa. Nú, þá skulum við snúa okkur að stefnuskjali þingsins. Þetta póstkort, það voru 3 póstkort gerð svona, 1 fyrir hvern dag þingsins, sem átti svona að fanga umræðu dagsins, en fyrir þinginu lásins í stefnuskjal upp á tæpar 200 blaðsíður sem unnið hefur verið að síðastliðið ár að minnsta kosti og það skiptist í 6 kafla og var hver kafli tekinn fyrir sig og ræddur og afgreiddur sérstaklega. Þá var það einn af aðstoðar framkvæmdastjórnum eða ábyrgðarmönnum sem kosnin höfðu verið til forystu á síðasta þingi sem fylgdu viðkomandi kafla úr hlaði og síðan var hægt að setja sig á mælendaskrá fyrirfram og það voru kannski 25 til 35 mann sem voru sett á mælendaskrá fyrir hvern kafla og hver og einn hafði að hámarki 4 mínútur. Það var mjög fljótt sem að farið var að skerða umræðu tíma niður í 3 mínútur og svo alla leið niður í 2 mínútur þar sem að hægt var að ræða viðkomandi kafla. En
það var náttúrulega búið að vinna þessi heilt ár á mörgum fundum og það voru því ekki margir lausir endar þegar komið var til þingsins hvað textan varðar og það voru teknar fyrir örfár breytingatillögur við textaskjalsins sem voru þá tilbúnar fyrir fram og þurfti að senda inn fyrir þingið og búið var að taka afstöðu til. En til að ná fram breytingu þá þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Þannig að það er hægara sagt en gert að ná fram breytingu á textanum sem þegar er fyrir. Gestir þingsins, þeir tengdust efni og innihaldi stefnuskjalsins líka með beinum hætti, alveg eins og ég hef þegar nefnt þennan Joseph Stiglitz og Simi Yalcin. En fyrsti kaflinn, hann fjallaði það að tryggja lýðræði og betri framtíð fyrir vinnandi fólk í Evrópu. Nú, Joseph Stiglitz, hann talaði beint inn í annan kafla stefnuskjalsins sem fjallaði mótun nýrrar og róttækrar efnahagsstefnu sem byggja á sanngjarnri, efnahagslegri og félagslegri stjórnun. Þriðji kafli stefnuskjalsins fjallaði baráttuna fyrir hærri launum, sterkari samningsrétti og kjarasamningsumhverfi og auknum réttindum fyrir alla og hér er sérstaklega rætt réttinn til að semja kaup og kjör, lagaramman, vinnuvernd, öryggi, réttindi og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og þegar við erum að tala öryggi þá erum við bara að tala jafnvel það að vera ekki í lífshættu og eiga ekki á hættu að vera hnepptir í fangelsi fyrir það eitt að vera félagi í verkalýðshreyfingu. Þannig að það er mjög ólík aðstaða sem að við búum við með mjög margar aðrar þjóðir. Nú, fjórði kaflinn fjallar mikilvægi þess að ná fram sanngjarnri skiptingu í þeim breytingum sem fylgja tækninýjungum og þróun á vinnumarkaði. Réttláta skiptingu auðsins, réttlæti til handa öllum í tækniþróun og sterkari stefnumótun til að tryggja jafnrétti í víðum skilningi og hér er póstkort númer 2 þar sem við sjáum hvernig sá dagur var umfaðmaður. Nú, 5. kaflinn fjallar endurnýjun samfélagssáttmálans og mótun framtíðar vinnumarkaðarins á forsendum samfélagssáttmálans, social pillar eins og hann er kallaður. Og við þetta tala líka inn til dæmis gagnvart okkar eigin málefnum í þinginu þar sem að við vorum að tala tækniþróun og skipulag vinnunar, jafnvægi atvinnuþátttöku og einkalífs, tekjuskiptingu og jöfnuð. Þetta talar allt, við erum öll að takast á við sambærilega hluti. En í þessum 5. kafla þá er ekki síst verið að leggja áherslu á símenntun og þjálfun réttindi fólks til þess að fá stöðuga símenntun og stöðuga þjálfun í gegnum sitt vinnulíf. Nú, 7. og síðasti kaflinn, hann fjallar síðan fólksflutninga, innflytjendur og flóttafólk og mikilvægi þess að stefna í þeim málum byggja á mannúð, samstöðu, jöfnuði og því að fólk tilheyri, upplifi að það tilheyri samfélaginu. Það sé tekið vel á móti því. Nú, eins og ég sagði áðan, stefnuskjalið sjálft var 200 blaðsíður. Neyðartillögur voru síðan 3. Það eru tillögur sem hægt að óska eftir að verði teknar fyrir eftir að sá tímarammi sem að gefið var til þess að senda inn tillögur var útrunninn og þá voru 3 tillögur. Ég vek athygli á því að hér er mynd Drífa Snædal þegar hún var að halda sína frábæru ræðu Ísland og tengingu okkar, hvernig við tókumst á við efnahagshrunið og pólitíska umhverfið hér. Nú, þessar 3 neyðartillögur, sú fyrsta sem að flutt var til stuðnings íranskrar verkalýðshreyfingar. Þessi bara því að styðja við það að íranska þjóðin hafi rétt á því að skipuleggja sig í verkalýðshreyfingu og verkalýðshreyfingin sé sjálfstæð. Og hér er verið að lýsa við stuðningi við það og að það þurfa að verja verkalýðshreyfingunni í Íran. Þetta var að sjálfsögðu samþykkt samhljóða.
Nú, síðan var hér eintilega flutt vegna Brexit og mikilvægi þess að vinnandi fólk verði ekki fyrir barðinu á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Brexit hefur verið til umræðu í stjórn ETUC meira og minna síðustu að minnstakosti 2 ár og staðan svo til dæmis í verkalýðshreyfingunni í Bretlandi að heildarsamtök þar taki bara dæmi ein heildarsamtök, þau geta orðið fyrir því að 1/3 af þeirra félagsmönnum teljist til Evrópusambandsins en 2/3 teljist utan Evrópusambandsins. Og þau ætla ekki að láta útgöngu Breta úr Evrópusambandinu kljúfa sig sem heildarsamtök, heldur ætlaðu sér að takast á við þetta með samstöðu og standa saman. Og hér verið að flytja þessa tillögu mikilvægi þess að þrátt fyrir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu það eigi ekki að bitna á vinnandi fólki. Hún var að sjálfsögðu líka samþykkt samhljóða. Nú, síðan var þriðja og síðasta hinn svokallaða neyðartillaga ástandið í Austurríki. Og og ég búin að lýsa því fyrir ykkur hér í upphafi þessa erindis hvað það var hvernig ástandið var bara þessa viku sem við vorum og svo tillaga var að sjálfsögðu líka samþykkt samhljóða. Þá voru 2 önnur skjöl sem voru til afgreiðslu þar fyrir utan. Í fyrsta lagi þá það skjal sem bara yfirskriftina The Future of the ETUC, sem sé framtíð ETUC sjálfur, Evrópsku verkalýðssambandsins. Og hér bara verið að draga upp hvaða áherslur eigi að vera í starfsemi skrifstofunar og hvernig eigi að laga sig að bara breyttum forsendum í umhverfinu, þessi bara 4. iðnbyltingunni og tæknibreytingum og líka bara svona bætt vinnulag, hvenær eigi að vera tilbúið með gögn fyrir stjórnarfundi. Þetta svona bara praktískt skjal fyrir skrifstofu ETUC og hérna nýkjörnu forystu til þess að hafa til hliðsjónar við sitt vinnulag. Og síðan síðasta skjali sem var samþykkt, það lá fyrir þinginu, var styttri útgáfa af stóra stefnuskjalinu upp á 200 síður. Þessi styttri útgáfa í rauninni 3 blaðsíður, þar sem að reyndir að fanga kjarnan í stóra stefnuskjalinu, helstu atriði þess og þar tiltekið sérstaklega 13 atriði sem sérstök áhersla verður lögð á næstu 4 árin. Og þetta bara svona það sem kallað ETUC Manifesto 2019-2023. Þannig þetta bara svona kjarnist stutt skjal. Nú, ég stóðst ekki mátið á þinginu var starfsfólk ETUC kallað upp á svið, þannig að svona lítur nú starfsfólkið út sem að vinnur á skrifstofu Evrópska verkalýðssambandsins og hér á síðustu vildi ég síðan sýna ykkur hinna nýkjörnu forystu, ólíkt okkur hér ASÍ að þá framkvæmdastjórar kosnir pólitískri kosningu á meðan að forsetar oft svona bírókratarnir eða embættismennirnir. Þannig að við erum með þetta ólíkt hér. Það því pólitískt kjörinn framkvæmdastjóri, 2 aðstofaframkvæmdastjórar og svo 3 svona viðbótar aðstoðar framkvæmdastjórar. Þannig að þessir 6 aðilar skipta með sér verkum og þá það framkvæmdastjórinn sjálfur sem málsvari ETUC bæði inn á við og út á við og meðan að hinir 5 skipta meira með sér svona verkum og bera ábyrgð á ákveðnum málaflokkum. Og þau 6 sem voru kosin til forystu fyrir ETUC næstu 4 árin Luca Vincentini sem að hér annar frá, ef við horfum frá hægri til vinstri, þá hann 3. frá því séð. Per Hilmarsson frá Svíþjóð kemur inn nýr sem aðstofaframkvæmdastjóri
sem lengst til vinstri á myndinni og hann var sem sé norræna verkalýðshreyfingin barðist fyrir því að hann yrði í framboði fyrir framkvæmdastjórnina. Nú Esther Lynch frá Írlandi, hún hefur verið síðustu 4 ár og var endurkjörin sem hluti af stjórnendateyminu. Jafnframt Lína, hún sem sé önnur frá vinstri. Lína Carr, önnur frá hægri, hún frá Eistlandi og líka endurkjörin inn í stjórnendateymið. Og síðan koma þau inn lengst til hægri Ludwig Voigt frá Belgíu sem jafnframt kemur úr röðum ungliða og svo Isabella Sjöman frá Þýskalandi sem kemur líka inn. Auk þessara 6 að þá voru svo kosnir 1 aðalforseti og 5 varaforsetar og í öllum þessum kosningum lögð áhersla á bæði kyn, svæði og aldursjafnvægi reynt að halda í heiðri líka. Og bara svo að ég leki því nú til ykkar að krafa ungliðana á Evrópuþinginu var að fyrir árið 2023 að þá verðu ungliðar 28%, 30% fyrir næsta þing. Þannig að það þeirra krafa. Og þetta fyrsta þingið sem haldið með jöfnu kynjahlutfallið. Það voru 48,5% þingfulltrúa konur. Það var líka jöfn skipting á ræðum og það var held ég ekki skipulagt, heldur var það bara kom þannig út. En hins vegar var samþykkt sérstök stefna fyrir 2 árum á milliþingi ETUC það að það ætti að vera jöfn kynjahlutföll í öllum þegar fulltrúar væru sendir til þingsins og óskaði eftir því að það líka skoða sérstaklega með ungliða, en nú eru ungliðarnir farnir að gera enn meiri kröfu það að þetta eigi bara ná alla leið. 30% sem krefast fyrir næsta þings, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þeim gengur með það. Og þó að engir aðrir hafa verið í framboði, að þá var kosið alla þessa fulltrúa, 6 framkvæmdastjóra og 6 forseta og reyndar líka 5 endurskoðendur. Og til þess að ná kjöri að þá þurftur að fá að minnsta kosti 2/3 atkvæða og þannig að það var kosið allt. En þetta svona það sem að ég vildi segja ykkur frá þessu þingi. Þetta var mjög fróðlegt. Maður lærir alltaf eitthvað nýtt og það heilmikið sem ég kom heim með mér í farteskinu og hef sagt frá hér á starfsmannafundi og það velkomið að hafa samband við mig ef þið hafið áhuga og endilega ef það einhverjar spurningar þá ég hér.